Ertu ready? Yes. Bíddu, ég Eyrmundur Péturs? Já, Eyrmundur Péturs. Settu hári yfir eða? Já. Svona, en aftur fyrir sann. Svona, ding, ding, ding. Ding, ding, bingo í sal. Stílbrot í boði Vitamin Well, Nova Sirius og Blue Lagoon Skin Science. Bingo í sal, jæja maður, hvað segirðu? Allt gott. Það ekki? Já. Hvernig ertu búin að hafa? Svo langt síðan séð? Fáralega langt síðan. Fáránlega langt. Bara gott, nema, ég er búin að vera brjáluð í skapinu í dag. Já, hringdir í mig áðan. Já. Með hotna hala, hvað er að gerast? Brjáluð inn í mér. Já. Þú veist, ég held að mögulega hefur einhver orðið fyrir barnið á mér í dag. Klæjaði inn í þér. Ég veistu það, ég var bara svona. Herðu, ég var bara eiga góðan dag. Já. Nú hringdi þú, sagði mig hvað bráluð, ég bara svona, þetta verður búið. Þú heitir mig í kvöld, þá verður hann hress. Nei, klukkan 6 hættir þessu. Já. En herðu, svo lagði ég á þig og ég var brjáluð. Þannig ég var spáð, lagaðist þú eftir að talaði mig og sendur þetta yfir. Ég flutti þetta yfir á þig. Skilir þetta ekki. Já, því ég er alveg búin að vera góð sem ég hringdi þig, sko. Já, takk fyrir það. Já, sorry. Já. En ég minna, hvað við erum náttúrulega Kennedy sjúkar. Já, herðu, ég var á síðasta þáttunum lóstari í gær. Guð, minn góður. Ég sverða, ég þurfti að vera með síman. Ég hugsaði bara, ég sá Elisabeth Gunnarsdóttir, hún var skrifa og sett story, ég ösku grenjaði yfir Kennedy. Já. Og ég bara, minn góður, ég fara að horfa á þetta. Og ég var bara svona að reyna að dreifa hugunum, ég get ekki neitt, sko. Nei, ég grenjaði líka. Ægvað þetta er sorglegt. En svo er ég búin að sjá rosalega mikið af fyrirsögnum og það er bara að tæta, social media, er að tæta upp allt gamla, öll gamlu, coverina og bara New York Times og öllu, og það sem er verið að segja hana, hún hefur bara fengið taugafall, hún hefur verið control freak, hún hefur verið eitilum, mér langar ekki að viti þetta, hann hefur verið að halda framhjá, hún hefur verið að halda framhjá. Já, bara hún hefur verið ótrúlega erfið og verið bara kókhaus og ég bara neita að trúa því. En það er örgulega, þú veist, hvað veit maður? Kannski er það bara satt. Maður veit ekki neitt náttúrulega. En oh my god, það sem við sjáum nýju kendi þetta. Já, herðu, og bara okkar eina sanna hera, Hilmas. Hún er bara að leika rosalega stórt hlutverk. Já. Hún leika dansk-ameríska blaðakonu sem er semst ástkona JFK. Já, þetta er rosalegt. Held í því. Já. Það er rosalegt. Já. Og þetta er þessi dansku leikstjóri sem heitir Thomas Vinterberg. Gerði sæti vitlaust, kannski, nei. Hann gerði Jakten og Festen. Já. Hefur ekki séð þess? Jú. Já. Hann er sérst að leikstjóri sem mynd. Já, og Hera er að fara, leika bara heldur frekar stórt hlutverk. Ég er ógeðslega montin. Já. Give me more Kennedy, please. Já, ég er bara til í þetta. En rosalega er þetta mikið sorgarsaga. Þessi glæsilega einhvern veginn svona flotta fjölskylda með hvert fjölskylda meðlum fætur öðrum sem er, þú veist, bara, ég meina, forseti og svo bara þau öll hana og svo bara degi einhvern veginn allir og ég var að lesa með þess að systrans JFK Jr. Carolyn, já. Hún var semst að Caroline, myndi ekki, það var hún var semst að missa dóttir sinna. Ég veit það, og krabbaminni. Já, bara hún var 35 ára. Þetta er náttúrulega þvílík tragedía. Þetta er bara, þú veist. Pabbi er á skoti, svo deyr Jackie, náttúrulega úr veikindum, svo deyr bróðurnar og já, og svo núna dóttirinnar. En rosalega lék hún vel, hvað heitir kona sem léka hana? Ég er nefnilega ekki alveg klárað því. Hún lék ógeðslega vel. Já, ég sammála. Þetta er bara æðislega þetta. Já, meira áttar. Já. Það er ekki búin að horfa að gera það núna. Svo ætlaði ég að segja að við gerum könnun á Instagram, hvort að einhvern langar til að tækja minna fyrir raunveruleika þetta. Já. Og við gerum poll og Real Housewives of Beverly Hills og Mormon, og hvað þetta er? Secret Life of Mormon Wives. Já. Þeir tveir voru svona efnir. Ok, það er ekki bara að fara að hella okkur í þetta. Það er eitthvað þannig. Já. En og svo fekk ég skilaboð frá Guðni Láru. Hún sagði við mig að því ég var eitthvað að segja, ég hefði hort á unglinga þetta The Summer I Turned Pretty. Já. Og hún sendi mér þeir fengu yfir 7 ok, þá ferðu það á lista minn. Þá ferðu það á lista minn. Já, mjög stolt, takk. Já, ok. Og svo erum við líka að fara núna fljótlega að vera með könnun, af því að við erum að fara að vera með Gellubíó. Dinner og Gellubíó 15. apríl og við bara erum að fara að kynna það bara allar næstu
Já, gett. Og við þurfum að vera með líka svona könnun hvaða mynd við ætlum að horfa á. Og ég veit að þú munt vinna, þú og þína myndir, ekkur af þínum myndum. Ekki enga öfund, skilur. Nei, ég bara, þú veist, ég veit það bara. Ég veit ekki hvað IMDb eða eitthvað meir en ég veit þetta, Já, hvað myndir þetta er alveg bara, þú veist, það er bara þannig. En Hydrate, hvað ert þú með? Þú ert með eitthvað annað? Ég er með, þetta er bara uppáldið mitt. Antioxidant, ég kalli þetta alltaf bara fersku bragði. Já, þetta er uppáld sem ísbjörnleika. Já, þetta er vítamin C og E og já, og þetta er bara, veist, ég er með zink og biotín, vítamin vel fyrir gels. Já, þú ert með Hydrate, vítamin vel fyrir gels, en þetta er, sko, ég er búin að koma öllum kringum mig inn á þetta. Já, er þetta fersku, ég er með rabarbara og jarðabera? Já, af því að þessi, máli er bara, þetta er svo svalandi. Ég Þú veist, þegar maður er ógisla þyrstur, að þá bara, þetta svalar þorstanum. Þannig að ekkert eins og, þú veist, ef það er ómikið gos, það gera það ekki, og það er ekki ómikið bragð af þessu, þetta er bara svona perfekt drykkur. En ég var að koma frá Kaupmannahöfn, var þar í 10 daga hjá Belli og þetta er ótrúlega vinsælt þar. Já, þetta er bara fárlega gott. Yes, en herðu, ég, að tala Magnu, vinkonu þína. Já, og við vorum að fara aðeins yfir þetta Vigdís Fimbo þegar við vorum með hana og við vorum að segja, pældi um með enga stílista eitthvað svona. Já. Fann ég ekki bara grein á MBL. Var ekki Magnu að benda okkur á eitthvað? Jú, já. Að hún var með stílista með Treit Lyngdal, óperusöngari. Já. Og mér langaði bara svo að halda þetta haga hérna. Og hann, klæddi hann í fyrsta ára embætsannar eða einhverju leiti og að hann fekk bara tískuhús út í heimi eins og Valentínu og Hermes til að sauma á hana, hvorki meira en minna. Mér finnst bara mjög mikilvægt að það komi hérna fram. Já. En hann átti búið sem heit H. Lyngdal á Skólavörðustíg 1980 og sagði í þessu viðtali MBL í mínum huga var ég að klæða drottningu, einstaka fallega konu með fallegan persónuleika, svo bara eins og svo fallega. Mér finnst það svo flott. Já. En mér langaði bara að halda þetta til haga. Mér finnst bara svona, þú veist, já, mér langaði bara að það væri hér. Bara frábært að það sé komið fram. Yes. Treit Lyngdal. En nú erum við með nýjung. Já, við erum að kynna nýjan lið í þáttinn og við ætlum að fá til okkur á og til gest og til að ræða eitthvað tengt bransanum. Og og ég er mjög spennt fyrir fyrsta gestum. Við vorum svo ógeðslega forvitnar um að tala um Óskarinn. Já. Af því að ég sagði við, ég hef einu sinni gert kjól sem fór á Óskarinn og það er nefnilega íslensk stelpa, Meirur Hafnarfirði, smá stolt af því, ég var að segja það. Já. Hún bað mig um að gera kjól á sig fyrir þetta og svo bara hafði ég samband við hana til að fá myndir fyrir þáttinn. Og þá var hún akkurat að flytja heim og svo ég var bara, oh my god, getur þú komið og sagt okkur hvernig þetta er? Og hún er komað hérna núna. Já, ég er ótrúlega spennt. Ógeðslega gaman. Gaman að fá svona inside Óskar tips. Yes. Þannig að já. Við bara núna sest hún í mitt sæti og við bara sjást aftur eftir. Þú fer bara fyrir kaffi. Herðu, við erum bara með nýjan lið í Stílbrot. Við ætlum að fá til okkur góða gesti svona annars slagið og fá að spyrja og spjörunum úr og fyrsti gesturinn okkar, við erum stolt að fá hana, hún heitir Signý Björg og er sem sagt konan sem við erum alltaf að tala sem hefur farið á Óskarinn okkur sinnum og ég allavega þekki engan annan sem hefur farið á Óskarinn, þannig að ég er að deyja að spyrja hana, velkomin Signý, ótrúlega gaman að fá þig og velkomin til Íslands. Já, takk fyrir. Þú ert bara flutt heim eftir bara 20 ári í langt burtustan. Bara út allt, já. Búin að vera aðeins svona í Íslandi. Bara æðislegt. Það ekki? Jú, æðislegt, ég kom alltaf svona brjóðlegum tíma í snjó og okkur en þú veist. Já, elskar ekki snjó eins og ég. Nei, það má. Meira fyrir sólina. Já, ég skilji. En þú veist, hvar ertu búin að vera allir þessi ár? Ég flutti semst til Nýja-Sjálands þess að fyrir háskóla. Þannig ég var þar fyrst og og síðan ætla ég að koma heim eftir námið og fekk vinnu við Visual Effects og var að vinna það sem hönnuður og okkur svona og svo já, svo tók eitt við öðru og svo flutti ég bara út allan heim. Þannig að ég er búin að búa svona ár hér, ár þar. Já, dísis. Bara þú Kanada, bara búin að Bandaríkin, lifa London. Og hrærast í þessum bransa og hvað ertu búin að fara Óskarinn? 4 sinnum. Og hvernig, segðu mér eins, hvernig er þetta? Er þetta ekki svona overwhelming? Er þetta bara... Nei, þetta er ekkit bara Óskarinn. Þetta er eiginlega byrjar bara í byrjun janúar og þú fer fyrst á fyrstu kosningar og allt þetta og þú ferð alveg að horfa á, já, þetta er svona, já, fyrir að kjósa og allt þetta dæmi í LA
og síðan eru matabóð, síðan byrjar í lönsin og lönsin bara þeir sem eru nominated fá að fara í það og makar og þá sem sagt þá eru kannski 10 manna borð og það blanda saman, þú veist, kannski 2 leikarar, 1 leikstjóri, 1 á visual effects og þú veist, bara, þú veist, já, bara öllum starfs. Og þetta löngu áður en Óskarinn er það? Þetta alveg 1,5 mánuði, eitthvað svoleiðis, sirka, 11 mánuði áður og þetta svona þess að hrista hópin saman, svo þetta ekki bekkjamynd. Þannig að það bekkjamynd af árgangnum sem nominated og þú veist, þetta allt svona og þetta svona svolítið fyndið stemninga því að þú veist, þar ertu miklu nær einhvern veginn, þú veist, svona farið þú veist að kynnast fólki og svona. Það eru bara mörg partí en það bara 1 sem við fáum sjá. Þið fáið sér 1, en það er eitthvað svona 12 eða eitthvað. Það er alveg rosalega mikið umstang í kringum þetta allt. Já. Oh my god. Þannig að þetta er einhvern veginn svona, já, það byrjar með þessu og síðan eru sem sagt flestir sem líka nominate fyrir BAFTA í London. Já. Þannig að þú veist kannski farið nokkuð partí hann í LA og síðan fyrir til London og þar ferði í, þú veist, Kensington Palace í eitthvað svaka og hvað gerast þarna sem við vitum ekki? Í áskornum eða í Bretlandi? Já. Þú veist, bara, þú veist, eins og þess, þú veist, bara, já, eftir partíunum og... Já, þetta er alveg svona, já, þú sem sagt ferð fyrst í undarpartí og það er rosa mikið umstang, þú veist, þú ert bara sóttu 10 morgun, en þú veist, ég mæti til dæmis til London og þá er maður bara sóttur í einhverju svaka bifreið og fá bara lista, bara Signý Björg Ólafsdóttir, bara þetta er bara þitt itinerary fyrir næstu 3 daga eða næstu 4 daga og ég bara svona, ok, hvenær má ég fara á klósitið, það er bara nudd og það er þetta, já, og bara stílisir og naglalakk og bla bla, þú veist, það er bara allt planað fyrir þig. Og þeir þá búin að fá að vita í hvað kjólu ert? Já, það er allt lengu, já, það er alveg, þeir þurfa að fá að vita það í byrjun janúar. En þú veist, ég er ofta að hugsa þér að horfa á þetta, þegar maður sé svo geðvægt mikið að myndum eftir þetta og þú veist, fólk er að skipta outfit og allavegna, þú veist, eru bara gælarnar all tíman í myndatöku eða þið alvöruna að skemmta ykkur líka, þú veist? Þetta er svolítið spes, sko, af því að þetta er alveg svona, ok, þú fyrst byrjar alveg snemma, en þú veist, allt þetta prep og allt þetta, svo ertu sóttu klukkan kannski 4, 5, 6, fyrir því þú fær bara timeslot, bara hvernig, þetta er allt bara færiband. Já, ok. Þetta er bara færiband og þú veist, þú bara sóttu klukkan þetta, þið fara að dreigilegin, það er búið að raða öllum, þú veist, það er stjarna, svo er, þú veist, öllum þú veist, heitum í rauninni, það er stjarna sem kemur þessi og bílistar og sílistar og og svo kemur aftur eilistar, þannig að dreigilin, það er búið að jafna, það er búið að plana þetta allt, hver fara að fara hvenær og bara klukkan hvað og í hvað átt og hvað kamerur og þú veist með publicist og eitthvað svona og þannig að þú ert eiginlega í vinnunni ef þú ert stjarna, eða þú veist. Já, ok. Þannig að þú ert bara allir alveg að reyna að vera fínir og já, er alveg svolítið stífir og þeir eru alltaf að vinna að reyna að fá næsta jobb. Þannig að þeir eru alveg að reyna, þú veist. Og svo svo er á hátíðin og allt þetta og allt svolítið formlegt og eitthvað og síðan ferði mat, allir sem eru nominated fara einhvern ákveðin kvöldmat sem aðrir fá ekki að fara í og það er eitthvað dress code og fína hljómsveitir og eitthvað og svo byrja partíið. Og þá sem sagt þessu sóttur í bíl og þú skrifar undir NDA þannig að þú færð ekkert að segja neitt hvað gerist þar. Þannig að þú fyrir að segja mér neitt. Jú, eitthvað en þú veist, þetta verður mjög strangt sko. Já, ok. Og svo eru eftir partíð út allt og þú veist, svo eins og alltaf með sem var Óskar en þá semst Weinstein partí sem var alveg... Það er búið kanslur því. Já, Weinstein var, það var fyrst þannig svo Vanity Fair partíð og þá var bara sem sagt þeir sem eru nominated að fara í það eða þeir sem unnu fá að fara í það og já og síðan er alltaf öll stúdíón með partí líka. Ok, en eitt sem ég er að pæli því að ég ger eins og kjól fyrir þig og þú komst nýri búti mín bara herðu, ég er að fara Óskarinn getur þið gert fyrir mig kjól, ég er bara Óskarinn aldrei gert það þannig að en ég man eftir, ég man það samt ekki alveg hvað ár var það, mannst það, 2016 eða eitthvað? Ég held að það var 2015 sem ég var fyrst. En hvað, þú veist, var ekki eitthvað svona reglur, hvernig kjóll máttu vera, þurftur ekki að fara eftir ykkur? Jú, það er alveg alveg frekar strangar reglur að það er sem sagt, þú máttu alveg vera í hvaða lit sem er og allt þetta, en þú veist, allar hugmyndir sem þú hefur, hönnur og allt þetta, það þarf að vera eitthvað ákveðið sem sagt, og það þarf að vera sem sagt, alveg niður í gólf, það mátti ekki sérst í skóna, það var að vera alveg niður í gólf og mátti sjást bara þú lappar, en það var helst að snerta gólfið og það var, þú veist, ekki kannski, það var fyrir dreigilinn, en aðalega fyrir, sérst, þetta heitir Governor's Ball, þú ferði ball, sérst, eftir, þessast hátíðin er, síðan ferði upp í lyftu og eitthvað, þú veist, eftir hæðu okkur og þá er rosa strangt dresscode, hvort þú fór komist inn eða ekki.
Ok, og það er þurfti sko, svona- er það einhver á vegum Óskar sem samþekki kjólinn, eða var einhver á vegum myndar? Stúdíóið. Það er stúdíóið þitt? Já, þannig að þú veist, ég fyrir 1 ári fyrir Fox, næsta ári fyrir Warner Brothers, svo Disney og svo aftur fyrir Warner Brothers Ok, og það er mismunandi fólk, það eru stílistar og það eru, þú veist, þú veist, ég sendi, það er bara já, accept, þessi kjóll og svo borga þau fyrir allt Ég man nefnilega eftir því og sagði ekkert með mig, bara ég verði að gá hvort ég verði að senda hvort ég myndir megi. þess, hvort ég megi verið í Já. honum, ég var bara, ha? Já, þetta er svona mátt komið hugmyndir, þú veist, þú mátt segja, ég veit ekki hverju að vera og þá finna það fyrir þig, Já, ok. sem ég vildi náttúrulega ekki gera, ég vildi fá að Nei, velja. mér fannst þetta ógislega gaman. Mér langar rosalega að vera í íslenskum kjól. Já, Mér fannst það einhvern ótrúlega veginn. gaman. En hérna, þú veist, og hvað, var eitthvað munur að þið fórst fyrir Warner eða Disney eða? Já, það er alveg svona, það er svona frekar ólíkt sko, þú veist, þannig að gista öðru á hótelum, en svo ferðu líka eftir að fara fyrir Warner Brothers til dæmis, þá ferðu og ert með, þú veist, öllu krúinu sem er nominate fyrir Warner Brothers, þetta haldir svolítið hópin, Já, þú veist, allir leikararnir og allt eru á einu hóteli Já. og það er bara hóteli tekið fyrir okkur. ok. Eitt sem ég var að pæla í, og þegar ég og Maja varum að tala um það síðast, að þegar maður fer á þetta, þú veist, þá er maður að heyra um hvað fólki fær, bara hvað sturlaða gjafir, bara bíla og utanlandsferðir og Já. er það satt? Það er satt. Hefurðu fengið svona? Já, Í alveg, fjórum hvað sinnum. fækstu? Mátt segja það? Já, sko, það er alveg svona, það fer eftir hvernig stjarná ert, sko. Það er alveg A-list, B-list, C-list, D-list, alveg hérna. Og ef þú syns A-list star, þá ertu, sem sagt, þá þarfst að vera manneski sem að allir í heiminum, bara internationally, þekkja þig, þú veist, og ef þú settur í kvikmyndina eða, þú veist, verkefnið, þá fær myndin meiri pening og þetta er alltaf svona, þú skilur þetta, þannig, þú veist, meta er hverju hvað. Já. Þeir fá náttúrulega svakalega gjöf, sko. Já. Það er alveg, þú veist, margra miljónar krónar Þá eru virði, sko. þannig Leonardo DiCaprio og þau. Hérna. Já, og bara alls konar Nei, hver ferðir hefur hingað og fengið þangað og þetta? okkur svona. Já, Og sinni bílir, það er sem að við vorum. já. Og þá færðu líka, þú veist, þá kemur á hótel og það er bara kampaðin og opna á þjónar og allt þetta skilur og þú færðu gefa póka og allt þetta skilur, allt þetta gift. Fækstu bíl? Ég fekk ekki bíl, ég fekk ferð til Bali, eitt skiptið. Geðveikt. Það var eitthvað svona brjálaslega flott ferð, eitt Vá. var ferð til Nýjasland sem var svolítið fyndið að þau byggum þar. Þannig að það var svona, já, ok, fyrir mig vilja mér í eitthvað fyrir vínbúkarinn sem að við þekktum einhvern sem að, skilur, þetta var allt svona. Gáttu labbað? Já, nei, næstu, kannski nei, alveg. ekki Já. En hérna, jú, og rosa mikið af alls konar, þú veist, málingavörum og hárvörum og þú veist, og áfengi, bara eitthvað svona, það er bara, þú veist, já, fullt og svo við fengið líka, hérna, úr, þú veist, það var eitthvað rosa Rolex, flott eða? úr sem eru svona, já, þú veist, næstu, Já. sem er búið að, hérna, áletra undir og það Ó, bannaði að selja, vá. sko. Já. Þannig já, nokkur svoleiðis úr Vá. og skarkribbi og bara fullt af, þetta er alls konar svona dót sem þau vilja, þú veist, bara að stjórnum þessu með og aðeir fyrir að kaupa, skilur, þetta er bara, Vá, þetta er bara marketing geðveikt. fyrir þau, sko. Vá, geðveikt. En já, Hvað er svona eftirmunnilegast kjólla eitthvað sem þú hefur séð, þú veist, á Óskarnum sjálf? það er svo margir. Það er alveg, það er einhvern veginn labba allir inn á dreigirinn og eru svona eins og styttur, skilur, Aha. þetta er allt svona alveg bara, þetta er allt öðruvísi persóna, finnst mér. Aha. Já, þetta er svona, það var eitt kjól sem að hérna var allir í perlum, hann var bara allir svona alveg hvítur og þú veist, þú sást það ekkert kannski mikið í kameru, en þú komst nær það bara svona, wow, það er bara, hún var bara í svona einum stórum skarkrubb og Já, hann bara var æðislegur. handbítið bara Já. einhverju, vá. Og svo hérna, ég held að það hefði verið Calvin Klein og svo hérna, já, var hann stólið, semst á hótelinu, Nei, daginn eftir, já. það var eitthvað svaka saga. Þannig að honum var stólið Fannst hann? í West Hollywood og hérna, ég held að hafa verið 2-3 dögum setna, þá hafi ykkur hérna stólu honum og síðan var þetta svona mikið mál og hann skildi hann eftir ykkur ruslapóka ekki starf, þú veist, jú. En byrju, las ekki ekkert um hann hefur stólið líka svona körfu, svona gjafakörfu? Jú, þetta hefur verið allt alveg, jú, það er alveg. Jesus, En þetta er stór hættur, bara með lífverði og... Það er, já, ég meina það er, þú veist, þessu hóteli sem við förum alltaf fyrir Óskarinn, þá fyrir við alltaf á sama hótel í Beverly Hills og þá er sem sagt hóteli bara tekið undir bara fyrir fólk sem er nominated og þá er hérna bara lífverði, bara verður út um allt og allt þetta og þú veist, og þetta er svolítið fyndið, ef maður kemur út, það er bara, þú veist, Ferrari, Porsche, það er bara svona ykkur geggjaði bílar alltaf að fara framhjá og hérna verður út um allt og svo fólk alveg svona, þú veist, hlaupaða með svoklaru og allir er að fela sig og þú veist. En þið hafi unnið Óskar, eða ekki? Jú. Fyrir special effects, eða hvað? Já, fyrir visual effects. Visual effects, já. Fyrir hérna Jungle Book. Já. Það var 2017, held ég, já. Og ertu bara með hana heima enn í stofu, eða hvernig þú skart það? Já, bara já, þetta var í kassa alveg svo lengi, við erum alltaf að ferðast að því við erum alltaf búum út um allt og okkur svona, við erum alltaf út um allt.
Ok. Já, þannig að það var alveg svo lengi í kassa og svo var ég svona, ok, setjum þetta upp í hillu en það var alltaf svona djóki, bara svona, já, þetta er fyrsta barnið okkar Já. og kallum hann Óskar eitthvað og svo hérna, já, Það er enda mjög gott. þannig að Sóli fættist, já. Þannig að hérna, En Já, já. hvað er að vera lent úr öllu þessu ævintýri og vera bara komin hingað, þú veist, hvað ætlar að gera? það er svolítið skrítið. Ég kom hingað pínu svona bara, þú veist, svona nokkra ástæða fyrir ég kom hingað og svo hérna, svo svona pínu lost, ég var svona, ok, þetta er bara svona en aðeins að spá hvað ég á að gera á Íslandi en ég var semst búin að vera ljósmyndari á setti í mörg ár og svo hérna var ég búin að vera með í fyrirtæki úti í hérna tísku og commercial ljósmyndun. Þannig ég er hugsa að fara út í það hérna heima, sjá bara hvernig, ég veit ekkert, ég hef engin tengslanett en bara, byrja hér. já, bara sjá hvernig, gengur. Hvar finnur fólk þeir sem er að leita ljósmyndir? Já, bara signibjörg.com eða @signibjörg á Instagram. Geðvægt. Og hérna, já, þannig að ég er alveg bara svolítið spennt að svona sjá hvernig þetta eftir að ganga. Ég er kannski komin aðeins svo langt, ég ætlaði eiginlega að spyrja innan sem ég glemdi aðan, hérna BAFTA, Já, munurinn, þú veist, er það mikið Já. öðru sig? já, allt öðru þessi. Ok. Það er sko miklu formulegra. Þetta er svolítið sérstakt að því að þú veist, sko, stærsti munurinn er sá að BAFTA það er rosa kalt til London Já. og hérna, fólk klæði þessu svona aðeins hlýrra og þú veist, í pelsum Er og það alls líka í konar. febrúar? Já, það er í febrúar, Óskarinn er svona byrja í mars, það er svona mánuður á milli, Já, já. það er svona reyni alltaf að koma allir Íslands á milli. Já. Og hérna, já, og þá er sem sagt aðeins formulegra og það er hérna, þetta er einhvern veginn bara svona, þetta er svo öðru sem menning, það er allir svona aðeins stífari og þetta er svolítið mikið snót sem svolítið mikið í boði og svona, þú veist, það er ekki svona high aðeins tea lús, bara. já, Já, svolítið svoleiðis stemning og þú veist, og þú svo verið í hallirnar í undanpartíðin og þú veist, Þú veist, svo Hallarnar bara hjá Kalla, vinnan Mæju. já, þú veist, á Kensington Palace í 2 ár og þú veist, svo var, þú veist, já, og þetta er bara haldi í svona og svo Portrait Gallery, eitthvað stærri í hérna, hvað var það, í, held ég, Leicester Square eða eitthvað slags. Já. En hérna, já, og þetta er alltaf eitthvað svona rosa flottum Og er það sömu dresscode þar? Já, það er alveg sama. Og er það nota sömu outfit eða er það fór ný? Ég hef einu sinni notað sem outfit og það var í þínu kjól Aha, af því að mér en fannst það gaman. svo flottur. Æ, gæðvegt. Og ég var alveg, þetta er ekkert allt sama fólki og þetta fiskir sem ég fór. Já. Þannig að mér fannst geðvegt að, þú veist, og Æ, líka ég sko stolt. að því að hann var svo hlýr. Já, og þjæðurinnar. Og svo öfunduðu mig allir, það var allir bara eitthvað, hún er svo, þú veist, það var allir að frjósa sko. Já. Það er svo lengi að labba, dreigilega, það er svo mikið af viðtölum og eitthvað. Og síðan var ég dregin í alveg fullt af viðtölum bara út af kjólnum sko. Nei. Jú, jú. Oh my god. Og sem sagt áðurinn við fórum að BAFTA þar sko, var Þetta er samt að með nafnspjöldnir. Já, þá hérna var ég í svona hero make-up og eitthvað og það er á Savoy sem er fínt hótelinn í London og þá vorum við í svona alls konar studio suites og hérna og fórum í hérna, þú veist, að byrja á kampaveinu og svo fyrir í neglur og svo fyrir þetta og svo fyrir nudd á milli og svo fyrir hárgræslu og svo fyrir nudd og svo fyrir make-up. What's a hard job? Já, ég maður bara sveittur eftir þetta og svo hérna, svo hérna, svo var ég dregin í nokkur herbyggi, það voru svona, þá veljaði svona ákveði fólk sem var eitthvað random eða ef það er eitthvað stjörnur eða eitthvað og veist, ég held að það hafi verið að mista eitthvað, þú veist, ég held að ég hafi verið eitthvað sem ég var ekki, ég held það sko, að því að ég var dregin í eitthvað herbyggi og þú veist, búið að setja mig úr og síðan var dregin í eitthvað annað sem var eitthvað svona joke á London, eitthvað svaka skarkribir og það var eitthvað svona, já, kjólliðin er geggjaður, hérna, við ætlum að setja skarkribbi á þig Já. og ég eitthvað svona ætlaði að setja hvað, bara hvað, veistu, Það gera það. má ég já, bara hef ég ekkert um þetta að segja og svo settur, svo var eitthvað svona nokkar alveg 4-5 læsingar og svo átti ég að skrifa undir að ég myndi tína og það kostaði það var eitthvað, ég held að það hefði sko 250.000 pund sem ég var með hálsinn og eyrun og eitthvað svona og eyrnalokka og hérna Eins og þú ekki rendur? já, en svo er þetta svo fyndið að svo fer maður á hátíðin okkar og svo bara áður maður labbar út þá er maður bara dregin aftur inn í einhvern klefa og bara tekið allt tekið af og setja eitthvað annað sem er ódýrara til þess að fara í partíin sko. Er þið bara með þið, bara að fylgjast með þér? Hvað Það er bara trakkar á þeir aftan á hálsinum. Jú. Það var bara þannig. Þetta var bara þannig, já. Oh my Og god. hérna, já. En varstu ekkert þá bara svona eins og hún í Pretty Woman, manstu þegar hún með halsmenn, bara finnst það ekkert óþægilegt, eða veist, Nei, Varstu veist, ekkert ég að var pæla aðalega bara svona, þú veist, og kannski ég var með matabót, langur dagur. Og ég var svona, ok, þetta er hérna eina. þetta Þetta er þannig, bara svona, að því eitthvað svona, þú veist, þetta var ekkert valið, þetta var bara svona eitt fyrir út og næstu og Oh allt að my gerast óslega hrætt og eitthvað. Ok, hvor er skemmtilegra? Um, Óskarinn eða BAFTA? Þetta er svo ólíkt. Mér finnst rosalega, sko, mér finnst eða
BAFTA skemmtilegra, en mér finnst eftirpartíin skemmtilegra í LA. Það er léttara. Og hvað eru að tala með fólk bara að djamma til langt fram á morgunna? 4-5. Þetta er bara keppnis? Já, líka við, sko, já. Og síðan eru líka, sko, þú veist. Og hvað er þið vilt lengi? Bara í marga daga eða? Þú veist, þess að þú ferð til LA, er það bara, já, London er 3-4 dagar, Já. af því það er alls konar undan, þú veist, þetta og alls konar networking í gangi og alls konar. Og LA er kannski svona, þú þarft ekki að vera annað meira en kannski 5-6 daga eða eitthvað. Við varum eftir öðvöldan í viku. Af því það er svo rosa mikið, það er miklu meira í gangi þar. Það er bara einasta dagur, nýtt outfit, alltaf. En er það þreytandi, er það gaman? Mér finnst rosalega gaman fyrir fyrsta skipti. Já. Það er allt nýtt og bara svona einhvern veginn bara að upplifa þetta. Og svo í næstu skipti, svo fyrir einu svona ólétt og þá var ég svo þreytt að ég var eitthvað svona að reyna að vera. Ég nenni ekki nutt. Og ég var eitthvað svona, já, eða það var meira bara svona, ég var ekki alveg að nenni að vera í hælum og eitthvað, ég var svona, en jú, þetta er alltaf gaman. En frægasta manneskjan sem hitt? Eða svona hefur eftir það starfstrakt? Nei, ég er voða eitthvað svona, þetta er bara fólk eins og við, það ég veit ekki. Gæðvegt. En jú. Þú veist, ég hef hitt alveg rosalega mikið af frægu fólki og þetta er einhvern veginn svona, þú ert að mingla við, þú veist, já, fullt af frægu fólki og þá verður þetta bara einhvern veginn svona, eitthvað, ég er ekkert eitthvað. En mér finnst rosalega gaman að sjá, sko, mér finnst gaman að sjá að þegar þau ert á dreiglinum, þá eru allir alveg, þú veist, allir að öskra, eitthvað, Ryan, þessi, eitthvað. Svo kemur inn fyrir dyrnar og dyrnar lokast og þá breytist allt, sko. Þá fer dýnamíkin í öfugt. Þá eru leikararnir sem eru frægir að sleikja upp í rauninni þá sem eru behind the scenes. Já, auðvitað, þeir ætla að vinna í næstu mynd. Já, þannig að þetta breytist rosa mikið. Þá verður þetta svona... Þá eru þið stjörnunar. Í rauninni, þú veist, sem svolítið fyndir. En þetta er alveg þannig, sko. Þá er, þú veist, vera bara fyrir stúdíu og executive og þessu hinn og já, og þá breytist þetta rosa mikið. Og mér finnst líka gaman að sjá, sko, ef maður er að spjalla við þetta fólk, þá er maður svona, já, ok, þessi er svo góð leikari, þú veist, af því að hann er svo alltur þessi típun ég held að hann væri. Það er maður búin að ákveða hvernig þetta fólk er, þú veist, þessi leikarar og eitthvað, og svo eru þetta bara allt öðru þessi karakterar. Þá er maður bara svona, þetta er bara, vá, þessi, svo eru sumir náttúrulega alveg eins og á skjánum, en margir sem eru bara eitthvað allt öðru þessi típur. Bara femnir eða... Já, bara svona tilbaka og koma, hélt þetta var eitthvað algjör töffari, bara, nei, heyrðu, já, hann bara þarf alltaf að tala um mig, bara hvað er málið? Það er svo skrítið. En ógeðslega fyndið. Þetta er bara venlegt fólk, þú veist, þetta er bara, þeir eru bara að vinna vinnuna sína. Já. Þannig að, já. En ótrúlega gaman að þú komst og takk fyrir að gefa okkur innsýn í þetta, því að ég er eins og ég segi, ég held að sé ekki margir íslendingar, það er einhverjir. Sem hafa farið. Já, Hildur, hún alltaf. Já, hún var náttúrulega vel. Og Björk. Já. Og líka einn maður sem var núna daginn sem er vinnur mikið í Oslo, ég man bara ekki hvað hann heitir. Sem fór nýlega? Já, bara síðast. Já, ég veit það ekki. Nei, hann er í svona framleiðslu. Já, ok. Já. En þú veist, já, við erum náttúrulega lítið land, það er ekki mörg, en mér finnst þetta ótrúlega merkilegt og ótrúlega gaman að fá að heyra svona behind the scenes frá þessu. Bara takk kærlega fyrir að koma. Já, takk fyrir mig. Það eru talandi Óskarinn. Já, og bara vákvæða gaman að heyra hvað hún hafði mikið áhugavert að segja. Já, þess að við fyndum að sér bara, þú veist, glansmyndana, það sér ekkert hvað gerast á bakvið. Nei, og veit ekki neitt, með bara, þú veist, logisticsið og allt í kringum þetta. Mér finnst þetta rosalega áhugavert. Og bara þau séu bara literally í vinninni, þau eru ekki beint bara ásatið. Nei, nákvæmlega. En já, talandi Óskarinn, að þá langaði okkur að tala mannesku sem að hefur sko stílið sér að marga á Óskarnum. Rachel Zoe sem að er núna bara, hún er núna bara full bara cast member í Real Housewives of Beverly Hills. Ég var smá stressuð að enginn myndi vita hver hún væri. Nei. En ég var ókslegin mest í einu tímabili þegar hún var með sjónvarpsþætti, manstu eftir? Já, ég man eftir og ég held sko, ég veit það ekki, allan okkar kynslóð held ég vita alveg hver hún er, því að hún var rosalega mikið í kringum Nicole Richie og Paris Hilton. Hún dressaði þær, já. Og hún hún fekk sér svona fyrsta alvöru breykið sitt þegar hún stíliseraði Jennifer Garner fyrir Óskarinn 2004 og hún hafði alveg verið í einhverjum alls konar verkefnum áður, en hún svona einhvern veginn, ég veit það ekki, markaði svona spor allan í sinn feril þá og hún lærði ekkert tengt tísku, mér finnst það svo áhugavert, hún lærði félagsfræði og sálfræði í háskóla
og hún sko algjörlega self-made í bransanum. En hún var náttúrulega fljót á vagnin, það sem hún gerði, held ég, sem að hún var að stíla sér og svo fór hún að taka upp, hún gerði þættinu það. Ég veit það, og hún sko löngu áður en að svona áhrifavaldar urðu áhrifavaldar. Já, ég var einmitt að hugsa. Já, hún var sko, held ég, svona mjög fljót að kveikja á því hvað var mikilvægt að vera mikið á social media og sína frá vinnunni. Já, hún byrjaði með sjónvarpsþáttinn áður en social media, ekki? Ég veit það. Þannig að hún var bara YouTube, basically. Já, hún var eiginlega, þú veist, ég ætla ekki að alhafa, en með svona fyrstu áhrifavöldum. Ég sammála. Og hún er með rosalega svona sérstakann stíl. Já, svolítið bohemian. Já, og svo mikið arböndum, skreitið sér svolítið mikið, stór sólgleru. Stór sólgleru, flói kjólar, einmitt svona, já, bara skartgripir ofan á skartgripi, bara svona eins og svona layered skartgripir og hún var með ákveðið look og hún var svona boho glam, þú veist, það sást á stjörnunum ef að Rachel var að klæða þá. Það er reyndar ótrúlega flott. Þannig að já, boho meets rock chick og þessar sólgleru og allt það sem við vorum að tala og hún var til dæmis stílisti Nicole Richie, Anne Hathaway og Cameron Diaz til dæmis, þannig að hún var ótrúlega stór, hún byggði bara svona, hvað maður segja, svona veldi í kringum sig. Vist, ég man eftir að vera að horfa á þess að þætti, þá var hún bara ok, ég er að fara að dressa Anne Hathaway og bara er með svona risa herbyggi og er að taka bara eitthvað kjóla allir í svona plasti, bara ætti hún sér sæti þessum og þannig gerði hún sjónvarpsþættina. Já, og líka, þetta var ótrúlega vel gert fyrir henni verið. Þetta var ótrúlega vel gert og þetta líka sko, hún einhvern veginn gerði... Hún sýndi svona behind the scenes. Já, hún sýndi behind the scenes og hún gerði stílistan að svona power, dæmi. Svona... hvað maður segja, svona ekki bara einhver svona sem er bara bak við tjöldin og er eitthvað svona aðstofamaður, heldur hún gerði stílistan að svona valda mikilli stöðu með því að sína svona frá þessu öllu og hún svona bjó eiginlega til hugtakið celebrity stylist af því að áður það vissi enginn hver var að gera hvað. Þú bara mætti, stjörnuna mættu bara einhver og enginn vissi hver var að bak við looki. Og það hét The Rachel Zoe Project, þessi þættir. Og svo gerði hún gerði fatalínu, hún gerði aukalutalínu, hún gerði skólínu, þú veist, hún bara byggði upp veldi og svo var hún líka með svona stafræna, hún gerði svona eins og blogg eða svona bara stafrænan miðil líka. Sko, það sem mest áhugavert við hana, hún er algjört svona gefst ekki upp típa og hún er búin að reyna ótrúlega margt og það hefur ekkert allt hefnast. Nei. Þú veist, hún er búin að vera stílisti, hún er búin að vera með þessu sjónvarpsþætti, síðan var hún eins og þú, hún skrifaði 2 bækur, 2 bækur hefði eftir hana og hún var með bloggu svo að segja og svo var hún, þú veist, gerði þetta þessa fatalínu, á tímabili var hún seldi alveg rosalega mörgum Bloomingdale's og ykkur, en ekki lengur. Nei, en veistu að þetta seldist í bílförmum. Ég var að skoða það í dag. En það er eitt sem hún gerði og er að gera ennþá. Ég held að bloggi sé ekki ennþá, ég var ekki að reyna að fara inn á þetta áðan, en hún gerði þetta sem við vorum að tala um í dag, Box of Style. Já, einmitt. Og þá var það kassi, ég man mig langaði að kaupa þetta. Já. Hún var alveg að selja mér þetta, skilur í gegnum þetta YouTube-dæmi. Það var að kassi sem hún gefur út 4 ára eitthvað, sem hún handpikkar í, bara uppáhaldsmaskarinn sinn, bara eitthvað það getur verið slæða, þú veist ekki hvað þú fær, þú borgar bara eitthvað, þú ert að fá mikið fyrir peningin, þannig séð. Já, og örugglega mikið sponsora, einmitt í þessu. Já, en hún sko, það er ennþá. Og það er það? Já, okay. Ég var allavega að lesa það. Já. Mér það smá svona áhugavert. Já, hún var líka sko, gerði svona línur í samstarfi við stórmerki eins og Gap og Lindex las ég á netinu. Já, hún er svona algjört svona... Já, hún er svona bara alveg self-made og hún bara komst það sem hún var, bara með því að networka og bara hösla, þú veist. Þannig að ég ber rosalega mikla virðingu fyrir henni. Og hún giftist æskuástinni sinni, ég man ekki hvað hann heitir, Roger Berman. Já. Og þau voru bara svona high school sweethearts og hann varð rosalega stór partur af fyrirtækinu hennar. Hann er það ennþá, hann er CEO. Já, hann bara byggði þetta upp með henni, þannig að, þú veist, hann var ekki bara the husband. Já, hringir Oliver. Oliver meistari málkast. Já, og ég skal lofa ykkur því
að hann mun hringi aftur. Já, Þangað til börnin ég gera svara. líka, já. En við slum bara vona að Can't talk right now. hægir sér. Og en þau skildu á bara góða nótum eftir 26 ára hjónaband og núna er hún að sérst svona, hvað maður segja, svona koma fram aftur sem stjarna í þessum Real Housewives og hún er bara basically núna að leyfa nýrri kynslóð að kynna sér og hún er allt öðruvísi núna heldur en hún var yfir svona frekar dulafull þegar hún var stílisti Já. fyrir löngu, svona kannski var ekki að gefa mikið af sér, hún var svona ákveðin típa og Veistu hvað hún er gömul? Nei, ég veit það ekki. Nei. Þurfum eiginlega að komast að því. Hún er örugglega hún er aldrei. Já, örugglega á þínum aldri, okkar aldri. Og 50 eitthvað. já, kringu 50 og kannski rúmlega það. Og núna með kominir í þessa þætti, þá er hún náttúrulega að gefa miklu meira af sér. Þetta er náttúrulega bara, hún er bara að sýna, þetta er bara allt á persónulegum nótum og og náttúrulega mikið drama í þessum þáttum. Ertu búin að horfa á eitthvað? Ég náttúrulega þarf að, þú veist, Hún ég er þarf að lifira, skilur. Já. Þannig að Sko, hún er svona ástæðan fyrir að ég myndi vera til að kíkja á þetta. já, ég málega bara eins og ég held ég hef sagt á þau, þetta er svona ormagrifja sem ég hætti mér ekki úti, af því að mér finnst gaman á sjónvarp, ég er svo hrædd ég sökkum mér í þetta og mun ekki hafa, fattari, ég veit að mér mun finnast þetta skemmtilegt, þannig að ég hef bara verið með þessa reglu, bara ekki horfa á svona raunveruleika sjónvarp, en að því ég veit að ég byrja, oh my god, hvar endar það? Hefurðu hort á Kim K og systrunnar stjók? Já, Kardashians. Já, Kardashians. Best ég segi það ekki. Já, Kardashians. Já, ég horfði alveg á þetta fyrst þetta kom út. Ég hef aldrei horft á komna 387 serjur eða eitthvað núna. Jesus, Nei, ég er að djóka, ég er að íkja. En ég horfði á þetta kannski fyrstu 2 serjurnar eða eitthvað. En ég ætla bara að adda Rachel Zoe á Instagram mynd og svona aðeins að fara að fylgjast með henni. Já, ég ætla bara nú það er föstudagur langi, við bara erum í páskafríi, við erum bara feitt að fara að borða Nóa Sirius páskaegg, þá til að við bara springum, bara maska okkur, bara í, En ég var að setja klippur á þér inn í málsvættaleiknum, sorry. Hvað? Nei, þú varst svo Veistu fokki það? góð í þessu og ég sett inn vestu brotina því að mér varst það fyndnust. Veistu það, mamma, einn af vinkonum minna, Já. hún sendi á mig, Ha. það er ekki hægt að vera góður í öllu. Vera góður í öllu, þú varst ógeðslega góður í Já, þessu. Ég er nei, bara því að hún bara alveg, Segði hann að hlusta á þáttinn. já, ég var sko mjög góð í leiknum, Andra þangað til að vinkanum mínu er bara ógeðslega leiðileg Já, vinur. En herri, ég var getur bara það- að ég var að klippa þetta til. Mér fannst svo fyndið hests. Ég Já, bara, ha? en veistu það, ég er búin að hugsa það, mér finnst þetta alveg mega sens. María, Já, hvernig finnst þér þetta út af því að þú myndir aldrei borða fagran hest. Engin Ha? fitnar af fagrum hesti, Nei. skilur, fattaru, fólk borðar hrossakjöt. Ekki reyna þetta. Jú, Nei, nei, jú, nei, nei, ég nei. gæði bara að hugsa og reyna að réttlæta. Fólk borðar hrossakjöt, fólaldukjöt og alls konar, ég er ekki ein af þeim. En ef hann væri fagur, myndir ekki sleppa þig. Þú veist, þú Þannig að kaupir engin- surfu en törfu eða eitthvað af Engin kjöt, eitthvað stöð, fitnar. þú veist ekkert Já, hvernig hann sé en þú fagur. veist, ekki? já, ég er bara svolítið að segja. Mér finnst allir hestar Hesturinn fallegir. verður ekki slátrað því að hann er fagur. Þannig að enginn er að fara að fitna á hann. my God. Nei, ég meina, Can't be wrong. nei, can't be wrong. I can't be wrong. Nei, ég veit skilurðu. Og stafinni pössuðu. Þannig að minn málsættur er svona. Enginn fitnar af fagurum hesti. Period. Period. Ok. Jésús, ég veit úr vondum skap í dag. Nei, Ég held að það sé eitthvað svona í sækluninu með eitthvað svona hormonatengt, þannig ég ætla bara ekkert að raugra þetta við. Nei. Nei. En Ég er nefnilega orðin svo gömul og ég þarf ekki að rétt fyrir mér. bara pick your battles. Já. Ég þarf ekki að vera rétt fyrir mér, en ég var bara að segja að þetta gæti make sense. Já, Ok, ok. next. En erum við búin að koma staði hvað hitt var? Já, Hvað var það? herðu, það var hún Kamila Guðjónsdóttir sagði mér það, Já, að því hún er snilligur og bara í dyrkan tannteknir á brosinu. já, en það er örgulega hægt að googla það líka. Já, en hún svaraði mér, ég var búin að googla, herðu, ég spurði chat í fyrsta lagi. Vissi hann það eitthvað? Nei, hann byllaði svo mikið, Já. vá, litla fróðan sem kom út úr honum. Já, ok. Herðu, það var, ég byllaðis, Gleru, já. hlutum. Hlutum. Ástar öllum hlutum kærari. Já, Það var hlutum. ekki hestum.
Það var ekki hestum. Takk gamla. Ástur öllum hestum kærari. Já, Nei, það myndi ekki meika sens. Mætti halda að væri einhver reyðkona eitthvað, nei, hvað er þetta? Alls ekki, ég bara... Elskar hesta. Nei, ég meina, já, þú veist... Núna? Ekki sérstaklega, núna, já. En hérna, já, þannig að þetta var sérst, Zoe, Rachel Zoe hafði mikil áhrif á tískuna. Þannig að, en bara hafa styrtulega gott. Ég held sem ég er búin að fara við það og ég ætla að horfa á þættina og get kannski komið Er hún frekja í þáttunum? Að því hún talar svolítið svona... Hún er smá dífa, sko. Já, það ekki. Já. Allan, sko, ég hef ekki mikið séð, en það sem ég hef séð, þá svona, það er mitt impression. Ég bara geta haft ránt fyrir mér að hún sé smá dífa, en viðstu, ég held að séð allar. Come on. Real Housewives of Beverly Hills. Ég meina, ég berði að býja dívan, það er ekki að vinna þarna. Nákvæmlega, skilur við. Þannig að Ég væri til að sjá þig ykkur svona raunveruleiksjónvarpi. Já. Þú myndir örugglega vera fucking góði. Já, örugglega. Ha? Alveg örugglega. Hendaði bara í útvarpið og... Já. Herðu, Já. já, ég ætla að segja, við verðum í Fyrramáli? Já, bakarið á bylginni, hjá Svavararni. Oh my god, hvað ég laka til. Þannig að Tune in. Klukkan hvað? Og 9:30? Já, 9:30. Og og já, bara, þú veist, þannig að það verður gaman að sjá. Spennt, alltaf gaman að ferla hans. Já. Yes, herðu, spurning vikunar eða hvert eru komnar? Það er búin með Rachel? Já. Ok. Herðu, ég er með spurning vikunar. Þú mátt velja þér eina lúxustösku. Við erum að tala um eina. Ok, byttu, árum fyrir eitthvað að segja. Þá, hún má kosta hvað sem er. Money is not an issue, skilur við. Bara hvaða tösku? Og ég ætla bara, þú mátt bara velja þér eina. Hvaða tösku ætlar að velja? Sko, ég er ekki, Hermes, þú veist, mér langar ekkert í Kelly eða þær töskur. Ég var til í Chanel tösku. Hvað? Ég held bara þess að klassísku. Ok. Já, en svo er ég bara, þarf ekki að eiga eitthvað dýrasta, skilur, en ef að money is no object og þetta er svona, þú veist, gaman að eiga eina Chanel tösku. Bara flappina, þú veist, flapptöskuna. Já, mér langar að segja smá hana, að því að... Tell me. Já, út af því að, sko, hún hét fyrst, þessi taska, hún heitir núna... Classic Flapback, þú veist að tala um hana. Já. En hún hét fyrst 2,55 að því að Coco Chanel hannaði hana sjálf. Hún er það gömul. Hún skal hönnuð og ástæðan fyrir hún segja 2,55 er að hún hönnuð februar 1955. Ok. Og hún er 70 ára þessi taska. Ég veit hún heitir 2,55, þú veist. Ég bara... Já, en svo heitir næsta taska samt. Já. Chanel Classic Flapback, þetta er sama taskan og 2,55 nema þegar Coco Chanel hannaði hana þá var CC logoð ekki komið heldur bara svona menjulegt snúnings, einmitt. Þannig að, þú veist, mér myndi frekar langi Karl Lagerfeld endur hann annars hann einu sem hann bætti við held ég er CC, sem er svona trademarki sem á fyrir töskuna þannig að sú taska 42 og hún er ennþá að lifa bara svona góðu lífi og er ennþá bara vinsælasta taska saman. Já, hún er bara fárlega klassísk. Veistu hvað hún kostar? Nei. Ég hef ekkert alveg verið að eitthvað kynna með það. Nei, en taskan sem þér langar í, hún kostar í dag 1,4 milljón. Að segja hvað hún kostar 2016 fyrir 10 árum. Segðu mér. 600.000. Já, vá. Hún er búin að hækka 133%, þannig að... En þetta er fjárfesting. Já, við skulum bara horfa á henni. Hún hækkar 18-19% á ári. Þetta er galið. Já. En ég myndi... Ok, hvað er þín taska? Auðvitað, mér langar örugglega mjög mikið þessa, en ég myndi sannlega velja Hermes. Já. Af því að hún er bara lottó að fá hana. Við sko það virkar, eða langar í töskuna, Kelly eða Birkin, þá þarftu að fara inn í búðuna, skráða, ég fór að tjekka á þessu, og það mér langar að vita fyrir þáttin. Ég bara gerði minni heimavinu, að því ég var út í kaupinu, ég fór í búðuna og ég spurði þetta. Og og hún sagði þú þarf skráði á lista og þá ertu á listanum í ár og það er svona lottó og ég spurði þarftu að vera búin að versla mikið í búðina því búin að heyra um það og hún sagði bara nei, skráði bara listan og skráði draumatöskunina síðan bara kemur hún og ef að þú ert dregin úr lottópottunum þá bara hringdi ég bara hæma ég var ég er með rauða Birkin, viltu fá hana og þá máttu segja bara já eða nei og En ég held að það sé hringt og þú fáir sko
boð að koma í búðina að því að they have a bag for you og svo fara þeir með þið inn í herbyggi þar sem að eru hvítir hanskar og þá bara svona Viltana. Já, bara, þú veist, hvað þeir eru að fara að sína þér? Og ég spurði, en ef ég vil hann ekki, þá ertu bara dottunum, pottinum og þú eru bara að setja aftur upp á nýtt. Já. En, veistu hvað hún kostar? Hún kostar svona 1,4 til 2,3 eftir hvaða stærða er og svoleiðis. En þetta ekki svipa dæmi líka með að þetta sé bara fjárfesting að eigna sem tösku? Hún svona, þú getur grætt mest á henni. Því þú getur selt hana fyrir alveg upp í 4 milljónir. Þannig að þú getur keypt hana á, þú veist, 1, 2 og selt hana 3 pæla. Þetta er taska, þú veist. Gali dæmi. Og ég gerði svona lista, Hermes er erfiðast að fá, Birkin, Kelly nr. 2 og Chanel Flatback sem þú nefndi nr. 3 pæla. En getur ekki labbabunni Chanel búið að geta þessu tösku? Nei, ekkert alltaf. Nei. En ég held þessi miklu auðveldar að fá hana heldur en Hermes töskunar. En sko, Birkin-taskan er sko sérstakt leður og hver taska er handgerð bara einu manni, skilurðu, en þeir gætu örugglega framleitt fleiri en gera það ekki viljandi, sko. Þetta er bara, og það er það sem lætur fólk langi í þetta, skilurðu. Bara sama með Rolex. Já. Þú veist, það er bara margur ára biðlist eftir Rolex. En þetta er alvöru fjárfesting, það er bara þannig. Ég sá einmitt í dag, og það er örugglega að Rolex hafi gefið út að verða engi biðlista lengur. Aprilgab eða potti. Herru, talum Aprilgab. Ég hringdi í Mari í greið áðan, ég bara fyrirgjör þú að opna hérna húsgagnabúð og eitthvað og ég vissi það ekki. Og ég bara 17 home. Já, það er alveg komna vörun á vefverslun og allt, sko. Þetta er náttúrulega bara Aprilgab. Tók þetta bara alla leið? Alla leið, en sko að þú af öllum hafur ekki séð á póstunum að það var AI warning á honum. Nei, ég sá það ekki. Nei. Og ég var bara vokið skrítið. Hún hringdi í mig. Bara Studio 17 hangklæði. Hver langar er þetta? Öllum? Já, þetta var smá skrítið. Já. En þetta var gott gabb. En ég var bara að vinna með þessar konu, tala við hann annað hver dag og ég vissi ekki hvað var opna búð. Nei. En þá hugsaði ég samt að þau í Lindex eru búin að opna 8 búður einni viku, þið get alveg skert þetta á þess að ég vissi, skilur. Já, einmitt. Að þið eru nú ofta að opna búður, en já, ég var tekin, sko. Já, þú varst tekin. Herðu, talandi það, sonur minn er eitthvað að miskilega þetta Aprilgab dæmi. Í morgun, þá var hann svona að fá sér vasklas og ég fer eitthvað inn á bað, svo kallar hann á mig, bara mamma, og ég kem fram, þá stendur hann svona upp í vegginn með vasklas og hellir yfir mig alla. Nei! Ha? 1. apríl? Já, ég var bara oh my God. Styrkár, þú tekur aðeins að miskilja, maður á að hlaupa, þú veist, ég bara skiptum fötu og allt skúra gólfi. En eru þið, veistu það, eru þið alltaf að taka þátt í bara Aprilgabi? Alltaf, 17 gerði alltaf. Veitu, hvað gerði það fyrir fyrra? Við gerðum, mér minnir að hafa verið, var það fyrra eða hitti fyrra, að við vorum að opna búð á Tenni, Gallerí 17 á Tenni. Veistu, ég keypti það líka. Ég var bara, þetta er bara pingu sniðugt. Mér varst það sniðrað en þessi búið sem opnaði í dag. Já, einmitt. Og hómverið, mér varst það bara litið cool. Já. Gallerí 17 ilmkerti og Studio 17 gardínur. Nei, sko, þeir eru svo gardínur og var ég alveg, ilmkertin geta alveg mjög sens, ég myndi alveg kaupa það, en ekki gardínur. En ég ætlaði að spyrja þig, að ég hef maður spurningu. Það er alltaf eitthvað við þennan tíma ás. Ég veit að það er snjór úti og eitthvað svona, en þú veist, það er að fara dett í vorið. Þá byrja ég bara, sko, númer 1, mér langar að geðveikt vera hlaupagilla. Ég er að deyja, mér langar að hlaupagilla. Tengi 0, ok. Nei, ég veist það, ég bara, TikTokið mitt, bara fyllist það okkur hlaupavídeóum og bara konur að hlaupa marathón og þær eru þetta TikTok? Já, og þær eru, ég veit það er í alvörni og þær eru bara að mæla tímana og þær eru að kaupa sér hlaupaskó og ég er svo investið, mér langar svo að vera þessi gælla. Já, alla græðir. En eitthvað hlaupur ekki? Veist það, ég hljóp svo mikið, ég var yngri, var langhlaupari. Já. Ég bara skráði mig öll hlaup og pappi var bara á hverju hotni með vatn, styðja sína konu. Nei, besta Einars í Tyrkan. Ég hljóp og var náttúrulega í 5 og bara, en ég er búin að heyra að það er eitthvað svona þröskuldi svo þarft að komast yfir. Og svo bara er ég eitthvað að byrja að hlaupa innan gæsalappa með Viktoríu Hermanns, vinkonu minni. Við endum alltaf að tala svo mikið að við getum ekki hlaupinett. Þannig að við löpum bara, kannski alveg marga kílómetra. En það er eitt. Ég bara er að fara detta í hlaupa, að vilja vera hlaupagælu típa. Ég er búin að kaupa mér skóna og ég er alveg oft búin að klæða mig upp og Ari bara heldur þú hlaupir eitthvað betur af því að þú ert í flottum hlaupafötum. 100p. 100p? Ég meina,
þú þekkir þetta. Já, 100%. Þegar börnum hans í fótbolta, þá bara verða þau betri eða fá nýja takkaskó, Það er skilur. bara þannig. Það er bara að eiga nýjustu takkaskóna. Þannig að Sósu takkast sósu takkaskónir sem að sýnir sonur minn og þinn. fyrsta fyrirtæki þeirra. Já, hann var að vinna hjá þínum. Já, Númer 2. já. Ertu útilegugella? Höfu hist. Nei, ég veit það, ég veit alveg svarið. Ég veit ég svaf í snjóhúsi, þetta er afrek lífsmíns. Veistu það? En ég bara, Ok. nei. Nei, ok, Ég er bara, maður er minn sem ekki lútlega maður. Nei, veistu en ég er það? alltaf bara, ég er spáinni, er hótelarna. Já, ok. Ég er nefnilega 0 útilegugella, en þetta er annað fettis hjá mér. Mér langar svo að vera þessi típa. Gleymdu Veistu það? Þetta er eins og Íris Tanja vinkonu mín. Þetta er hræðilega leðilegt. Nei, veistu það, hún á alla græjur. Og hún, Erna hund líka. hún Ég tengi lætur, ekki neitt. Nei, og það eru náttúrulega líka vinkonur. Og það láti þetta lítið út fyrir að vera svo auðvelt. Bara pakka dótin í bílinn, rigga upp tjaldi, krakkarnir að grilla marshmallow. Þú Gleymdu veist- hugmyndunum, Nei, ég veistu, sagði það. mér langar svo að vera þarna. Og ég er búin að gera 2 tilraunir. Fyrsta áður en við Ari áttum yngri strákan okkar, þá fengum við lána alla græjur og fórum á eitthvað tjaldsæði, tjölduðum, grilluðum, Heim. pökkuðum saman tjaldinu, fórum heim, komin heim fyrir minnati, sváum ekki, það var til og neitt. Ég sko ólst upp í útilegum, pappi minn og mamma og ég og systir mín, við vorum alltaf í Eist bara, útilegum. þið bara eitthvað svona á apavatni, eitthvað tjálstað og Nei, allir við að vorum spila bara, gítar ég er búin að kera hringin, ég veit ekki hvað svo oft, og bara tjálta á öllum tjálstöðum Reykjavíks og þetta er, Íslands, og þetta eru mína bestu minningar, af því ég þurfti ekki að gera neitt sjálf, pappi bara græja, og ég bara kynst krökkum og mér fannst þetta geðveikt, og mér langar svo börnin mín upplifið þetta líka, en Farðu bara til, Eskifjarðar og eitthvað. já, heimsókn. býtu, tilraun 2, þá fór til Írisar, fekk lána bara allt útilegudótið hennar, fór heim til annar vinkunum minna, fekk lána þú veist, dínur og svefnpoka, fór í rúmfattalærin, keypti, sko, ég veit ekki hvað, eitthvað svona, ljós í tjaldið og bara alla græður, og ég bara ætlaði að draga Ara á börnin í útilegu, og Ari var bara, hell no, og ég bara víst, og hann leif, ok, byrjum eitthvað létt og förum á Þingvelli, og bara að það er stutt að keyra og við erum í eina nótt, tjöldum, prófum sjáum, þú manns hvernig það var síðast. Ég bara, nei, við erum að fara þarna rétt á Akureyri, ég er búin að googla, það gekkja veður. Kásbyrgið eða eitthvað. Nei, ég man ekki hvað það hét, Varmahlíð eða eitthvað, nei, ég veist, ég man það ekki. Og hann var brjálæður, ég var bara, ég er búin að ákveða, við værum að fara. Rámar í þetta. Ha? Ég man eftir. Já, herðu, við erum náttúrulega skildum. Ég er ekki að djóka. Við bara, já, en að því að... Ertu ekki að djóka samt, smá? Já, bara í smá tíma, Korter, já, fyllti bílun og drasli, herðu, svo bara, og hann var svo mikil í fílu, og bara, ég skil hann þegar ég horfði tilbaka, því ég vil ekki mála Ara alltaf í einhverju leiðilegu ljósi, ég skil hann svona. Fjöldamorðingjan sem að, þú veist að ræðir í sig vítamunum, hann er æði, Ari minn er æði. Ég veit það. En svo bara... Ógeðslega góður skíðum. Já, ógeðslega góður skíðum, svo keyrum við á stað, og við bara tölum ekki við hvort annað og það bara hefði verið að skera bara the tension in the car og krakkarnir voru syngja eftir því og krakkarnir bara, sko málið var að Stormur hann var spenntur að fara í útilega til að grilla marshmallows var þetta aftur og flósir heim frá Amerika? Herru, þetta er að eina sem hann vildi gera í lífinu, það var að grilla marshmallows Herru, við förum stoppum í Borgarnes í Bónus og Ari elti mig út alla búðuna og hann sko horfur á mig með fyrirlitningu þegar ég er að ráðun í körfuna. Hann bara og ég... Það skildur hann ekki bara eftir? Nei, hann bara kom með, bara þú veist, út í búðina og ég var að kaupa keks og ég var að kaupa snakk og ég var að kaupa pulsur og bara útilegu mat. Og hann labba svona eftir mér og bara horfur svona onni í körfuna svona, með svona mikil fyrirlitningu. Og ég segi bara, býtu, ef að þú vilt bæta ykkur við, settu það bara í körfuna. Hann leið, þó við sem farið í útilegu, þar þá eitra fyrir börnunum. Hvað, það getur pulsur? Að ég var að kaupa bara eitthvað ógeð rusl. Og ég var bara, ok, þetta var bara stemningin, skilur við. Herru, svo var hann búin að tala við Daða við okkar, sem hann náttúrulega bara var að segja að það var eitthvað að okkur, að við varum að fara í útilegu, því hann er engin útilegu típa. Hann elskar að veiða. Og hann hafi verið í veiði þarna rétt hjá. Og hann var bara, það er ógeðslegt rókina, bara ekki kominga. Og ég var, og Ari sagði mig það, og ég bara nei, var bara með einhverju veðusbá, blika.is. Bara hlustar ekki að Daða? Nei, ég bara var búin að ákveða að fara þarna. Þú veist að hann skistur eru óksla klárir. Ég veit það og hann var þarna að veiða. Nei, hann var bara ekki koma.
og ég var bara, jú, klukkan 7 þegar við mætum, þá var lægir og verður geggja veður og svona, herðu, svo bara keyrum við náttúrulega bara í fílu og erum eiginlega hætt saman, mætum á tjaldsvæði, keyrum fyrstulega á vitlaust tjaldsvæði og þar eru 2 ættamót. Nei. Og það eru allir fullir á tjaldsvæðinu. Guð blessi. Og og Ari náttúrulega bara, þessi stemming. hann mjög svona, þú veist, hann vill ekki, hann fyrir að versla miðnætti þegar enginn í búðinni. Hann bara hatar mannmerð og fólk og bara, þú veist. Og ættamóti. Já, ættamóti og það var allir með bjór og það var ekki, þú veist, 1 millimeter á sér tjaldsvæði sem við hefum getað komið. Hann var bara býttu, og hvað ætlum við að vera? Ég alveg, við finnum bara eitthvað stað. Og þá náttúrulega fer hann bara inn í bíl. Já. Hringir í Daða og hann bara, þetta búið. Þetta búið, já, bara hætti með mér, bara, og hann, svo, veit ég tjaldverðin og hann bara, já, nei, þú ert að vitleysu tjaldsvæði og ég var bara, thank God, for small favors. Segi það við Ara, eins og ég vinni í lottói. Hann bara, ok, keyrum eitthvað aðeins lengra. Það var klukkan á 9. Herðu, það svona 300 metrar á sekundi. Nei. Jú, klukkan á 10, við erum mætt bara in the middle of nowhere, förum út og reynum að tjalda og það náttúrulega bara, þú veist, ég bara tjaldi bara fauki allar áttir, það bara hefði ekki verið sjens að tjalda og það var náttúrulega enginn á þessu tjaldsvæði af því að út af dollu og hann náttúrulega bara sagði þér það og börnin voru bara og við bara öskrandi á hvort annað og Stormi bara, mér langar að grilla marshmallow herði, já, þannig að ég bara segja, þú veist, þetta endaði náttúrulega með því að við þurftum bara einhvern veginn að finna okkur gistingu og sem betur fyrir. Þið gistu ekki til henni? Nei, það var ekkert að tjalda þið. Það var náttúrulega brjála rók eins og Daði hafði sagt. Klukkan var 10 og við vorum brjálu börn og við vorum brjálu hvort annað og enduðum á því að vera komin á Akureyri á miðnætti og fengum inni hjá okkur hérna inni í íbúð. Fóru ekki bara að Eskifjörð? Jú, svo. Bara hefði þetta byrjað því? Já, svo náttúrulega daginn eftir og það var hitabylgja. Það var sko bara 25 stigi hita á Eskifirði. Við náttúrulega bara bruniðum þangað. Þau áttu náttúrulega bara eitthvað svona kúlu sem hægt var að setja kóli og grilla marshmallows í garðinu og þeim. Pottur, skilur, það var bara allt sem við þurftum og þarna byrjuðum við aftur saman. Og allt var gott. Og ég held ég ætla aldrei aftur að reyna að fara útilu. Þetta voru svona... En mér langar svo að vera þessi gælla. Ekki mér, ég er búin að prófa. Ég sko, Óli mega útilegu kall greið, hann hafa verið með mér og hann kom eins og heim með tjald og egn og bara með svona 80s gluggатjöldum og bara held að ég myndi hafa okkur að greiða að segja um eitthvað nýtt í þann. Ég var bara, fórum í honum, veistu, það var hræðilegt. Og hvað er þessi tjaldvæð núna? Saldan, skiljum langar ekki hann. Þú veist, ég er búin að prófa að taka þetta í hjólísi. Mér finnst bara allt þetta, mér finnst þetta bara vesen og ég fór síðust útileg sem ég fór í, þá erum við náttúrulega núna börnum okkur stóru ekki komið, ég veit að þeim þóttu þetta geðveitt krökkunum mínum, ég gerði þetta alveg með þeim, sko, þú veist, ég er bara mjög fein, ég bara sofi í tjaldi og vakna og vera degi í bakinu, ég bara nennus ekki, þú veist. Nei, ég veit það. Mér finnst þetta ekki gaman. Mér finnst hugmyndin við þetta góð, af því ég á góða minningar og mér langar að gefa börnum. Mér finnst samt sem að rosalega gaman að ferðast og ég elska að keyra Ísland. Ég elska svo á hótelum. Og ég bara, þú veist, síðast ég fóð með öllum vinnahöfnum okkur útileg, þá bara vorum við með þeim og grillaðum marshmallows og gerðum alltaf sáum sem bara Hótel Geysi. Mjög þægilegur rúmi, besta hótel í Íslands leikur. Já, nei, en ég er alveg sammála. En svo ætla ég samt að því að þetta hljómar lítur ekki vel út fyrir mig, áttum á því. En hérna, svo keifti Óli eitthvað mestu snilt sem ég veit samt núna. En núna erum við bara 2 og þá var það hægt. Þetta hefði getur hægt þegar við erum með börnin, skilju. Að hann er með, að því hann er svona pallbíl, hann er svona topptjald. Þannig að það er bara ofan pallinum og svo gerur svona klikk og það bara tjaldið tilbúið. Hann keypti það. Og orðið bara með dýnur. Og ógeðslega góða kaffivél sem hann getur gert gott kaffi alls staðar. En það er bara dýna allt inn í þessu. Og þessi svo við núna. Við höfum farið í Þórsmörk og þá er þetta bara að keyra eitthvað, við höfum keyra vestur í fyrra, stoppa bara eitthvað staðar út í kanti. Þú veist, að ég langar ekki að svona tróðnum tjaldstæði með mitt, skilur. Smellum þessu út, vöknum daginn eftir og góða kaffi, ég nenni þessu. Já, þetta er rómó. Þetta er rómó. Að því að sko hugmyndin við þetta allt finnst mér rómó. Þegar ég horfa á Íris Tönju, bara, þú veist, bara að því hún með þetta alltaf einstað, hendur svo allir bílinn, vera komin eitthvað, búin að setja þetta upp, bara fá sér kaffi, hún lætur þetta lítið út svo auðvelt. Og líka Jústa sem er að vinna með mér, þau eru alltaf svona bara 10 pör með öll börnin, eru með svona, byggja svona hverfi á okkur tjaldsvæði, svo er hún að posta frá þessu og ég bara svona, þetta er ekki eins auðvöld að vera að láta þetta lítið út fyrir að vera. En eitt fyndið sem að kóróna eiginlega þennan dagana þegar við vorum að fara, þá voru komin í þessa íbúð á miðnætti, allir ógeðslega fegnir að vera komnir, þú veist, inn einhvers staðar. Þá kemur Ara svona hvíslar að mér og segir, að ég segja lendamál. Ég alveg hvað? Það langar
engum í þessu útilegunum að þú. Og ég bara, En að nú segja, ekki. Býtu, ég sagði, strákar, er ekki rétt að ykkur langar að fara í útilegu? Og þeir öskruðu báðir. nei. Það var bara, langaði styrkar ekkert að fara og eina sem Stormi vildi var að grilla marshmallows. En veistu hvað mér skrýtnast í þessu sögu? Hvað? Út af því ég er alveg upp á skýstari sjálf. Að það er ekki hlusta á daða með veðrið. Ég meina, Þeir eru svo klárir í ég veit, veðri. en Blika saði eitthvað annað og þú veist, við áttum eftir að keyra í marga tíma og ég trúði alveg að það var rók þegar hann var þarna. En ef að hann segir það, þá myndi ég bara já, ok, snífið. Já, ég veit það. Þú veist, ef einhver annar myndi segja það, var ég bara Ég var búin að fara á 100 staða að lána eitthvað dót. Ég var bara, I was going. Oh my god. En auðvitað, Þú veist, þrjósk. auðvitað hefðu við kannski átt að byrja bara á þingvöllum eins og Ari sagði, svona að tjekka hvort þetta var eitthvað En fyrir okkur. geggja fyrir Sem ykkur að þetta er fara ekki. austur. Það gerir það bara alltaf. Já, það er bara algjörlega þannig. Þannig að þetta var sko þráhyggjan En mín. veistu hvað er hérna, veistu hvernig Óli gerði hann að keyra landa móthjóli? Nei. Nei, hann á tjald. Ég skuffaði hroll, ég sé það. Veistu hvernig tjald hann á sem hann er með á móthjólinu? Svona einsmanna. Það er bara svona svo eins og líkista. Já, ég Hann sé getur það. bara sofið þessu og finnst það bara æði. Já, hvað er að? Ég skil ekki Nei, neitt. hvað er að? En En hérna, þetta var þráhyggja vikunar hjá mér, það er sérst, ég ætla að verða hlaupagerð leiktumann og það er, ég ætla aldrei að hlaupa nei, mér langar það svo mikið, en ég er búin að, sérst, hugmyndin með þetta útilötaði mér fullri. En þú veist, sko, Nei, ég ætla bara að fara til Eskifjarðar eða sofa í íbúðum eða hótelum eða eitthvað. já, en fara bara til tjaldinu og Já, grilla svo er og þetta bara- greið, já, það er þetta bara að fara Ég og mæli leika með sér, já. því, já. Nei, þetta er fullreitt. Já. Þannig að- En mín þrákja er ógeðslega fyndið páskaegg. Já, Já, og hérna, ég var sérst út í Kaupmannahöfn og ég fyrir að heimsækja vinkunum minni sem er svona yfirmáta smart, hérna, Sara sem að notast hún allt Já. ógeðslega flott heima hjá henni og hún er með svona silfurlituð egg, eitthvað neginn, ég þarf að sýna þér þau, svona svo úr tinni eða eitthvað svona, standa bara svona á borðinu heima hjá henni, ég þarf að segja egg, og hvað egg er þetta? emitt. Er þetta bara skraut? Ég fór Já. á Bella Center sem Já. við þurfum alltaf á tískuvíkuna. Já. Nei, ég fór og var þar heilan dag á loppumarkaði. Að reyna að finna þessi egg? Mér langaði bara að kaupa náttúrulega allt inn, get ekki fluttið þetta heim, ég Já. er bjöttur íspil að fá íbúð. Mhm. En já, ég var leta þess ekki. Ég fann það. Keyptir það? Tvö. Það voru hræjóttir. Já. En hérna, þurftu að vera með mobile pay alls þær Danmarku, þannig að Sara keypti það handa mér, hann gaf mér. Já. Og ég var bara, ég er búin heilan dag okkur loppumarkaði að leita að þessu. Svo er ég að labba bara í hverjunu íspil rétt, þú veist, bara dænar kom heim, það var bara heil búð með þessu. Nei, Ég er bara, oh my god. ég lappinn ótrúlega ánæði fyrir, það var þetta og þetta og það virkaði ekki pósinn. Nei. Ég var bara, og svo fór ég på fljóðlega var þetta líka bara til þar, þannig ég og Malla vinkunum minn keyptum okkur svona, það er ógeðslega hrædd. Oh my god, ég lagt að sjá. Já, og þetta er svona, það sem ég á bara alltaf, þetta er bara, já, þannig að ég þrá ekki fyrir páskaeggjum. Já, en ég er ótrúlega spennt fyrir páskafríinu, það er uppáhaldsfríið mitt, ég ætla að setja mig svo mikið maska. Ég sko, hérna, klúraði einu úti. Ég glemdi að taka bottiljusuna, ertu búin að nota það? Nei, olíuna, Ertu búin að það nota er bara mín vara. Herðu, ég var ekki með það í þessi 10 daga og bara ekki neitt bottiljusun. Ég var frík út. Ég sko með sára hendinni líka, ég var ekki með hand, þú veist, ég skildi ekki. Nei. Ég held að vera komið sumar. Það er bara alls ekki komið En má sumar ég og það hafa er þessu? náttúrulega gul viðvörun bara sem er að koma í kvöld. Nei. Jú, Erum við ekki að fara að geta skíðað um páskana? ég veit það ekki, en það er eitthvað sem að ég myndi vera mjög mikið til í að gera. Ég þarf að æfa mig. Ég er allavega bara Blue Lagoon Skin Science, ég er alltaf að segja þetta. Mér finnst það svo flott þetta nafn. Já, Mér finnst þetta geðveikt flott breyting. já, sammála. Sérstaklega eftir við fórum á hana viðbröðna og Já. sáum. Nei, að því maður sé bara, þetta er hérna, Svo mikið vísindi. þetta er svo mikið vísindi og þetta meikar svo mikið sens. Þetta meikar svo mikið sens. Já, Þannig ég er mjög og ánægð bara með öll velunin sem er búin að vinna og bara geggja, sko. það. Það er alltaf bara, já, gott að vera komin heim í bottaljósunum þegar ég bara, þetta er hann líf. Yes. En, já, hvað svo? Bara páskafrí? Páskafrí, borða ógeðslega mikið af páskaeggjum og einmitt setja mig fullt af maska. En ef ég ætla að horfa á þetta Real Housewives, hvað gerir ég? Veistu, á hverju er þetta? Það er að fá svona líkilorð Ég fyrir held- eitthvað. Nei, ég man það ekki hvar ég var, þetta er á okkur íslensku, hvort það sé ekki bara sjóma símans. Nei, ég með það. Ég get það. Já, ég man það ekki. Við þurfum Finnum það, þú I'll sendir come það. back to that. Allar svo að senda mér hverjum dag, ertu búin að horfa? Ertu búin að Nei, horfa? nei. En ég ætla bara, að því að ég elska að mæla með þáttum, Paradise
sem ég er búin að tala oft síðasti þátturinn er komin út, þetta er einn besta sería sem ég sé. Þetta er betur en Lostari. Þetta er allt öðruvísi, þetta er svo vel skrifað, þetta er svo öðruvísi, ég bara mæli svo mikið með þetta er á Disney og númer 2 það eru æðislega þættir á Sjónvarp Símans með Michelle Pfeiffer og Kurt Russell. Kurt Russell er hann sem er giftur Goldie Hawn. Ég er búin að sjá þetta. The Madison. Já. Finnst ekki æði? Þeir eru glænýir. Ég er búin að sjá þetta. Já. Herðu, vá ég er stolt af þess. Já. Þeir fá mjög góða dóma. Þegar hún fór út í sveit. Já. Herðu, að ég ætla ekki að spoila þættinum eitthvað, en þetta let mér smá að hugsa það sem við vorum að tala á, og Óli alltaf bara reyna að draga mig útileg og ég var smá sem hún, I'm a city mouse. Já, I'm a city mouse. Nei, þetta er æðislega þættir. En hún ætla að vera með Óla bara í þessu topptjaldi og Ara langar að gera spóndi, skilur ekkert um hann, þannig að geta þeir ekki bara flutt eitthvað saman og við verðum bara in the city together, heimsækið á aðra hver helgi. Ég myndi alveg vilja vera bóndi en ég myndi alltaf vilja íbúið í bænum. Látum þetta vera lokaorðin í kvöld. Bóndastelpunar 2. Óhó. Þannig að þetta er jólasveina hljóð. Óhó. Hvað segja bændur? Hvað segja bændur þá? Ég segi alltaf, hvað segja bændur gott? Ég segi bara gott. Líka. Núna.